Þá það kasketið og það þá í raun hvernig, hvaðan og hvers vegna heitir þetta cascading style sheets. En þegar að vafrinn fer að teikna útlit og við erum búin að skilgreina fullt af einhverjum selektorum sem að velja element hér og þar, við erum hugsanlega að velja sama elementi tvisvar eða þrisvar eða hversu oft, og þá þarf vafrinn einhvern veginn að geta ákveðið hvaða reglur, hvaða lit. Ég er með 4 möguleika á litnum á background color, hver ræður, hvern á að nota. Og þá eru reglur og reiknirit eða algoritmar sem eru til staðar í spekknum sem segja til hvernig þetta ákveðið og hvernig eitthvað gildi vinnur yfir eitthvað annað. Og það eru 2 hugtök sem eru þarna inni, sem specificity eða sértækni og cascade. En specificity sem sagt einhver tala sem búin til út frá selektornum. Þannig að selektornum og í raun hvort að þetta sett skilgreint sem svona inline style með style attributinu. Og það þá, þessi fyrsti partur hérna í raun 1 ef að CSS skilgreint í style attributinu, annars það 0. B síðan fjöldi ID selektora, C fjöldi attribute selektora og gerfi klasa og D fjöldi elementa og gerfi elementa. Síðan þessu skeytt saman í eina tölu og svo tala merkir sértækni. Þetta í raun svona fernd sem segir til hver sértækni tölunar. Og eftir því sem að þessi hérna gildi, þetta gildi trompar þetta og svo framvegis, eftir því sem að þetta herra því hærri sértækni og því meiri líkur að það verði notað sem sagt sá selektor verði notaður og svo attribute sem að eru skilgreind innan hans. Þannig að hérna erum við með sagt, bæði type selektor og class selektor. Þannig að þá fáum við hérna 1 í type og 1 í attribute og þá í raun sértæknin hérna 11. Hérna í raun 1 ID selektor, hún verður 100. Hérna eru 3 selektorar hérna, sem allir í C, þannig að þá verður gildið 30 og svo style, það verður eitthvað skilgreind, allt sem skilgreind hérna fær í raun 1000. Þannig að eftir því sem talan herri, þeim mun sértækari eru þessi selektorar og þeim mun meiri líkur eru á að þetta verði valið. Og leiðin til þess að velja þetta í raun að nota flowðið eða cascadeið, þar sem að þá farið yfir hvert einasta element á síðunni og það komið staði í raun hvaða eigindi á að birta og fyrir öll eigindi hvaða gildi á að nota. Og þá í raun bara byrjaði að finna alla skilgreiningar fyrir öll element og þeim raðað. Og þau geta komið frá 3 stöðum. Það geta komið frá user agentnum sem eru þá stílar sem að tækið birtir. Og það allir með þessu Chrome sem user agent gefur ákveðna grunnstíla á eins og P eða H1 sem við séum. H1 svona stækkaða letur, það Times New Roman, það með margin fyrir ofan og neðan sig, P, sama leturgerð, minna letur, minna margin. Síðan geta komið stílar frá notendanum, þannig að ég sem notandi getur með sagt að allur texti að vera 20% stærri eða 20% minni eða eitthvað svoleiðis. Og svo frá höfundi og það þá við sem höfundar vefsins, sem forritarar hans. Síðan þetta allt tekið og þessu raðað, þannig að byrjum að setja frá user agentnum, síðan frá notandanum, síðan frá höfundi, síðan skilgreiningum frá höfundi sem eru merktar með important, síðan notanda skilgreiningar sem eru merktar með important, síðan eftir sértækni og svo loks eftir röð innan skjalsins. Það sem seinna skilgreint fær forgang. Þannig að þannig tökum við bara alla skilgreiningar og röðum í þessa röð. Og þá sértæknin kemur hérna, þannig að herra sértæknigildi raðast ofar. En ef eitthvað fær sama sértæknigildið, þá það innan skjalsins sem seinna skilgreint, sem kemur neðar í skjalinu eða í skjali sem neðar í röðinni ef við erum að importa 2 skjölum, það fær forgang. Important svona sér skilgreining sem við getum notað til þess að ýta upp listan. Þannig að við erum að nota það til þess að bypassa cascadeið eða bypassa specificityið eiginlega. Og þá hendum við gluggan sértæknigildinu fyrir það gildi og við setjum það sjálfkrafa upp listan. Og það yfir höfuð ekki góð hugmynd
af því að þá í raun erum við að brjóta reglunar og gera eitthvað svona sér treatment á eitthvað ákveðið eigindi og það getur í raun ruglað sérstaklega þegar við erum með stóra vefi sem eru kannski með 10.000 selektora yfir bara allt útlitið og 3 eða 4 aðilar sem eru vinn í þeim og þá ef einhver notar important þá ruglar það í raun í virkni eða í því hvernig CSS er túlkað og hvernig fólk þá hugsar það þegar það er að vinna. Þannig að þá getur við lent í eitthvað sé með ég vil setja 100 pixla font size á öll div þá mun þetta í raun ekkert horfa á hver sérteknin á þessum selektor heldur mun að bara setja allt font size upp í 100 pixla og ef þetta sé í einhverju skjali A og ég er að vinna í skjali X og ég tek ekki eftir þessu hvað er að koma þá er allt í raun allt miklu stærra hjá mér og ég þarf einhvern veginn að rekja mig og fatta að vera að nota important og við það að nota important þá svona ítrað undir að nota meira important og þá endanum nota allir important og þá er ekkert important. En síðan þegar kasketið er búið að renna í gegnum alla síðuna og finna öll eigindin og öll gildin þá þarf að reikna út úr gildinu og þá hefur við verið með þessi hlutfallslegu gildi og þessi nákvæmi gildi og þá þarf að reikna út úr hlutfallslegu gildanum af því það er ekki hægt að nota 100% alltaf þá þarf á endanum einhvern veginn að fá í raun pixel af því að það sem við tekum á skjáin er alltaf í pixlum og þá í raun ef að flóðið það var einhver partur af þessu þannig að það var user agentinn eða notandinn eða authorinn sem skilgreindi einhverja stíla sem gáfu gildi þá er það notað annars þá er athugað er eitthvað foreldri sem getur erft gildið og ef ekki þá eru upphafsgildi skilgreind fyrir öll eigindi í CSS. Þannig að þarna erum við þá búin að finna leiðir til að finna fyrir hvert einasta eigindi, hvað er verið að gera og þá gildi fyrir hvert og eitt einasta eigindi. Erfðugildin eru skilgreindir bara til þess að CSS virki svona eins og það make sense. Til dæmis ef ég er með þessa skilgreiningu í HTML og ég segi að H1 eigi að lita allan textan sinn bláan þá meikar það sens fyrir mér að það sem er inn í heimur eða inn í EM-inu sé líka blátt. Það væri rosalega ruglandi ef þetta er ekki blátt. Það þýðir að þess vegna erfist color. Og color mun þá fara hérna þegar EM er að leita hvaða lit á ég að vera í. Er einhver litur skilgreindur á EM? Nei. Er einhver á foreldri mínu? Já, notum það gildi. Síðan eru upphafsgildi og það eru þá svona einhver svona same default fyrir flest gildi en þau geta samt verið ruglandi, sérstaklega ef við erum að nota shorthand. Til dæmis shorthand gildið sem er skilgreint fyrir background color að við getum notað background tvípunktur og gefa eitthvað ákveðið. Þá er það transparent sem er engin bakgrunnslitur. Það getur verið óintuitíft þannig að það getur verið til dæmis að allt í einu er bakgrunnsliturinn okkar hverfur en þá er það út af því að einhverjum part er að nota background til þess að setja mynd til dæmis en setjum ekki gildi fyrir litin þannig að þá verður þetta öðruvísi en við höldum. Síðan í raun loka skrefið í þessu er síðan að finna út hvað er actual gildið sem á að teikna á skjáinn og þá er byrjað að finna reiknað gildi og þá er reiknað upp úr öllum hlutfallslegum gildum eins langt og hægt er. Þannig að ef ég er með element sem segir with 100% þá er athugað hversu breitt er foreldrið. Það eru 100 pixlar, þannig að þetta barn á að vera 100 pixlar líka. Síðan fáum við notugildi, þá leysum við úr öllum háðum gildum sem getur þá verið ef við erum að nota aðrar einingar og síðan eru það raungildi þar sem við erum í raun að nota að námynda tölur af einhverjum aukastaf. Til dæmis eins og við getum ekki prenta svona sub-pixel gildi. Við getum ekki pyrt til dæmis border sem er 0,1 pixel að breidd. Það er óskilgreint. Það er alltaf að minnstakosti 1 pixel og síðan discrete alltaf í pixlum, í heiltölum. Þannig að þá fáum við dæmi þar sem við erum að reikna úr einhverju gildi fyrir þennan fallega gula VF. Þannig að við erum með section og div inn í því og við segjum að font size á að vera 10 pixlar síðan segjum við section with á að vera 10 EM og div á síðan að vera með font size 2M with auto þannig að þetta er notagildið
þegar við erum að nota þetta þá auto reiknað þegar við erum búin að það er háð gildi og hérna þess að border á að vera 0,001 EM. Þannig að þá getum við séð hérna fyrir div, þá sjáum við að það er hérna 0,01 EM, en ef við förum í computed gildið, þá sjáum við reyndar að border, það er það hérna út af þessu, svona klassískt, við erum að zooma inn hérna. Svo. Byrjum við, það er eitthvað í gangi, það er allavega border er 0,6667, 2/3 úr pixel sem er að prentast. Veit bara hérna ekki hvort það sé komið niður í eitthvað subpixel byrtingu hérna. Og width hérna er 98,666. Og þá er það samanskapið út af því að breiddin hérna er skilgreind sem auto, sem er það hún reynir að fylla upp í allt plássið sem að sectioni gefur. Og sectioni gaf 100 pixla, en það er í raun borderið kemur, þannig að borderið tekur pláss, þannig að það þarf í raun að reikna hversu mikið pláss það tekur og síðan draga frá 100 pixlum plássið sem að borderið tekur til þess að enda með raungildi hérna sem er 98,666. En ef að við skoðum, reyndar ekki hérna, kemur bara dæminn eftir, þá eins og ég sagði þá eru ákveðin gildi sem koma frá vafranum sem eru þá eins og leturstærðirnar á H1 og niður í H6, marginið á P, marginið á body, margin á ul og á elementum og stundum getur þetta verið í ósamræmi, það eru reyndar minna í seinni tíð en þetta gat verið ósamræmi á milli vafra og þá greip fólk oft til þess að resetta þessum gildum og þá í raun var búin til svona einhver hreinn grunnur fyrir hérna öll þessi element þar sem þau voru öll sett í einhverja ákveðna núllstöðu, þar sem þau voru öll í raun bara með eitthvað núllgildi. Það voru yfirskrifað yfir í raun þetta, þannig að við fáum hérna, ef við inspektum þetta hérna, þar sem við erum með eitthvað H1 og þá sjáum við hérna user agent style sheet og þá segir það font size 2 EM margin block start og margin block end, margin inline start og þetta er í raun gefnu gildin en hérna erum við búin að búa til eitthvað svona reset sem er svona reset þáttakamannsins þar sem við segjum bara öll element eiga að vera með margin og padding 0 en ef við notum eitthvað svona eins og alvöru reset skjöl eins og hérna er svona fyrsta sem kom frá Erik Meyer sem er mikill CSS guru og þá er þetta hérna í raun að velja þessi hérna element og gefa þeim öllum margin 0, padding 0, border 0, font size 100%, font inherit, vertical align baseline og svo eitthvað meira hérna til þess að í raun setja þess að búa til hennan 0 punkt. Síðan svona að lokum í þessum næst seinasta að fara aðeins yfir og kalla tilbaka á það sem við vorum að tala með HTML-ið hvernig ætlum við að skrifa CSS og það besta sem við gerum er að nota ekki ID-selektora af því þeir hafa hátt specificity og sérstaklega þegar maður er að byrja þá ruglar það í því hvernig svona maður hugsar af því maður fattar ekki alltaf að þeir taka miklu hærra, þeir taka order of magnitude hærra specificity en allt annað fyrir utan inline styles þannig að það er mjög erfitt að hérna, yfirskrifa þá nefnum að nota fleiri ID-selektora þannig að við skulum ekki nota þá og svo nýtum við flóðið eins og við getum til að minnka endurtekningar og það var svona klassika sem maður lendir í eða gerir þegar maður er að byrja eins og maður ætla að skiptum, núna erum við búin að skipta hérna yfir í Helvetica og hvað er þetta, Georgia eða Georgia er grunnletugerðin á síðun okkar og svo viljum við búa til klassa hérna sem segir Helvetica og þá sá text að verða Helvetica og þá í raun erfist þetta hérna gildi í gegnum allt sem þýðir að við þurfum ekki að setja letugerðina á alla selektora þannig að þó að við selektorum þetta hérna þá þurfum við ekki sérstaklega að skilgreina letugerðina þegar við sjáum hérna inherited from body, font family, Georgia, serif og þá hérna fyrir
þetta, þá sjáum við að þetta var inherited, en hérna erum við raunin að yfirskrifa þetta því við viljum nákvæmlega að þessi hérna partur af textunum okkar sé í Arial eða Helvetica ef þú ert á Maca. Sama hérna. Þannig að við nýtum Cascadeið til þess að fá til þess að þurfa ekki að skrifa aftur og aftur sömu hlutina. Og við reynum að nota góð og snirtileg heiti á klösum og þá er gott að gefa sér bara einhverja reglu og ég ætla bara að gefa ykkur hérna þessu svona global reglu sem að flestir nota. Það er að nota kebab case sem þýðir að það er orð, svo er bandstrik og svo er orð og þá er það í raun ekki nota eitthvað svona eins og camel case eða Pascal case, heldur að nota þetta svona og segja þá important bandstrik text list of items og þetta er svona kemur bara í þessu svona hvað eru svona ætlast til þess að maður noti í hvað er svona staðallinn í forritunarmálunum sem við erum að nota til dæmis eins og það er camel case í JavaScript, snake case í Python og þetta er í raun bara svona hvað er lenskan í forritunarmálunu og reyna að halda sig við það, þá er maður svona með mest svona að búa til sitt eigið, gera það verkum að aðrir er auðveldar að koma inn í það og svo er þetta bara þetta, ef það er einhver ákveðin kóðastíl sem við erum í verkefni sem við erum að vinna, að halda sig við hann og setja upp einhver tól sem hjálpa okkur að nota og gæta samræmis í öllu sem við erum að gera. Síðan með CSS, þá er það sama og með HTML að W3C heldur út í validation þjónustu, þar sem við getum farið og við getum keyrt á einhverja slóð eða með direct input einhverja eitthvað CSS sem við erum með. Þannig að við getum tekið CSS-ið sem við erum með hérna og henti hérna inn og þá getum við séð að það er eitthvað hérna og svo viljum við í raun gera more options og segja warnings, all warnings. Þá fáum við í raun allt athugað. Það eru engar villir í þessu, en ef ég segi til dæmis hérna color white og ég tjekka þetta, já það kemur hérna sem warnings. You have no background color set, but you have set a color. Og þá er það í raun bara til þess að passa upp á það því að validatorinn getur í raun ekki sagt til hvort að það sé background color sem að er erfður, svona make sure that cascading of colors keeps the text reasonably legible. Þannig að þegar ég set bara color á eitthvað, þá er ég raun að segja, þá er ég að treysta á það að erfðagildið fyrir background color verði læsilegt, en það er ekkert gefið, þannig að þá er oft gott að setja bæði color og background color til þess að vita að ég sé með eitthvað sem er bæði með góðum kontrast og þar af leiðandi að sé læsilegt. Þannig að þá lýkur þessum öðrum part okkar í dag, þriðji eftir. Það er hérna spurning, er CSS alltaf svona mikið trial and error? Eða geta reyndir CSS sé nákvæmlega fyrir sér hvernig CSS mun líta út? Já, maður getur séð fyrir sér hvernig CSS mun líta út, bara með reynslu. Og það er í raun, það sem kemur fljótt í ljós þegar maður fer að vinna með CSS, að það skiptir rosalega miklu máli svona divide and conquer aðferð. Þú reynir ekki að setja upp allt layoutið þitt í einu, hoppandi úr einu í annað, heldur reynir að byrja á því að byggja upp HTML-ið þitt og setja upp út frá útlitinu sem þú ert með og síðan byrjaðu að taka stóru myndina. Þannig að er einhver navigation sem næröldur allt, eins og við tökum háskóla síðan sem dæmi. Ef ég myndi fá þessa hönnun og ég var að horfa á þetta, þá myndi ég sjá, ok, ég er með eitthvað header hérna uppi, svo er ég með eitthvað svona hero svæði, svo er oft kallað, eitthvað svona sem á að grípa athyglina í byrjun og þá er þetta svona einhver hero mynd. Þannig að ég myndi horfa á þetta hér, stikuna hérna uppi sem eitt part. Ég myndi þá reyna að fá hana án alls efnis sem er inn í henni fyrst upp. Og þá getum við séð hérna hvort að það sé page, það er svona sidebars, þetta er nú reyndar afskaplega svona verbose HTML, að þetta kemur líka úr svona content management systemi. Þannig að þetta hjálpar okkur voða lítið. Síðan myndi ég horfa á þetta hérna og ég myndi segja, ok, hérna kemur main, eða hugsanlega er þetta einhver header síðan hérna og þá myndi ég reyna að hugsa það án þess að hugsa efnið inn í því. Þannig ég myndi reyna að fá útlitið, grunnútlitið á síðunni, fá þessa hérna gráa section án þess að vera með nokkra kassa inn í því og síðan þetta hvíta section hérna og síðan fara að hugsa
bara þetta hérna hvíta section og þá byrja ég aftur og aftur. Það eitthvað svona navigation hérna efst og setja það og síðan, já ok, það eitthvað svona container hérna með einhverjum boxum og svo setja ég inn og þá komið með boxin hérna, einhver 4 box eða 8 box eða 12 box eða whatever og þá myndi ég fara að horfa á að birtinguna inn í boxinu sjálfu og þá aftur, það eitthvað svona navigation hérna eða eitthvað svona eyebrow eða hérna eitthvað svona inngangur eða eitthvað categorization eða eitthvað og svo titill, svo eitthvað metadata og við alltaf í raun að vinna sig yst og hægt og rólega vinna sig inn á við og fara að dítilna eftir því sem að maður er komin lengra inn.